Góðan daginn, gaman að sjá svona marga hérna. Það sem við ætlum að kynna eru í rauninni gögnin, þessi áreiðanlegu gögn sem ráðherrann talaði sem þetta byggja niðurstöðurnar á. Við erum ekki í einum þolmörkum, við erum bara að telja hlutlaust hvað maður gerir á hverjum stað. Svo það annar að ákveða hvaða tala er hæfileg eða ekki. Nú, ég er eðlisfræðingur. Ég vann á Raunvísindastofnun Háskólans við hönnun á bílateljurum seint á 8. áratug síðustu aldar. Þessi teljar voru síðan framleiddar af Hugrunu e.h.f. og eru notaðir enn þá dag í dag af Vegagerðinni til að telja bílum allt land. Og svo þegar ég fór að vinna í Önundarfirði og fleirum hér eftir aldamótin að ferðamálarannsóknum, þá fann ég út að það vantaði upplýsingar fjölda. Ég hugsaði andskoti, það er ekki talið, þegar ég kann á þessi tæki og svona. Þetta drífa síður þetta. Svo þess að við þarna unnum, ég og Anna Dóra aðalega og Rannveig líka Ólafsdóttir, við unnum rannsókn á Laka árið 2007, á Kili árið 2008 og notuðum við þetta, ég notaði við þetta, þar voru náttúrulega spurningakannanir og mæla gróðurinn og svona, ég var að telja. Við notuðum við þetta tæki sem við fengum að láni og samstarfið Vegagerðina. Þetta er annars vegar vírlykkjur sem eru grafnar ofan í veginn og þið sjáum þarna er verið að mæla upp á Kili. Og þá erum við 2 kalla og 1 pick-up og vagn og loftpressu og svona. Þetta er töluvert mál að koma þessu fyrir. Hins vegar vorum við loftslöngur sem það örugglega sé svona svartar slöngur sem líka stöndum við veginn. Það gefa ekki, það eru svolítið erfiðar að nota. Þess að þegar við þarna, þegar eins og Anna Dóra nefndi, það bara koma svona meira áhugi fyrir þessu. Að 2009 þá keypti ég nýja teljara frá Kanada sem var sett til Skaftafelli. Og erum við síðan upp að miklu og góðu samstarfi við vatnaugnsþjóðgarð. Þessi teljarar eru sýndir hérna á myndinni. Þið getið séð stærðina á þeim miðað við vatnauðna sem er ekki hérna. Og í þeim er segulskynjari sem nemur ökutæki í 6 metra fjarlægð. Svo það þarf ekki að rjúfa yfirborð vegarins. Þannig að þetta er mun auðveldara í uppsetningu en eldri lykkjuteljarar og þið sjáum svona mynd af típisku uppsetningu, þessi eldgjörn sem þarna er. Við rauðum bara svona staur niður í vegkant og setjum einhvern góðan kassa þar og setjum teljaran þar í. Svo þurfum við að lesa þessu svona eins og 2 ári. Þessi teljarar eru þróaðir í Banff þjóðgarðinn í Kanada. Það eru sérstaklega ætlaðir í svona vinnu. Nú við erum komin með, eru sömari þá erum við 70 teljarar á landinu. Þeir eru þarna mikið á Fjallabergi syðra, Fjallabergi syðra á nyrðra, þeir eru 16 teljarar þar. Þeir eru mikið á norðurhálendinu vegna vatnaugnsþjóðgarðs. Þeir eru í vatnaugnsþjóðgarði mikið á þarna suðursvæðinu, kringu Skaftafell, Heinaberg, Hoffell og svo framvegis. Þeir eru líka í Jöklagljúfrum, kringu Dettifossbæðarmegin, í Vesturdal og Ásbyrgi. Nú og síðan eru þarna teljararnir sem voru þessu verkefni sem Ferðamálastofa styrkti. Þið sjáum þarna lengst út á Snæfellsnes, Djúpálasand, þarna er líka Seltún, Hrísvík, Þingvellir og svo framvegis. Nú, við vorum alveg glöð þegar við fengum þetta skeyti frá gæjanum svona selur okkur þessar teljara í Kanada. Þannig að þeir eru með mestan þéttleika á jörðinni af teljurum og þarna, það er líklegt að þeir séu með besta netið af teljurum á vernduðum svæðum í heiminum. Og fram að þessu spurningu hvort erum ekki að birta einhvers staðar alþjóðlegum vettvangi sem við erum að gera. Þannig að þetta gladdi okkur svona, því að eins og Anna Dóra nefndi áðan, þá hefur ekki alltaf verið mikill áhugi fyrir vísindalegum gögnum og það sé búin að aukast, áreiðanlegum gögnum. Og hérna eru Ferðamálastofuverkefni, staðirnir, sem Anna Dóra var búin að sýna áðan. Nú, svona teljara það þarf að kvarða þá, þannig að það sem við gerum við sitjum yfir þeim í dag eða 2, handteljum bílana sem fara framhjá. Berum saman við það sem teljar á hverjum klukkutíma og við fáum út svona þetta kurva frá Skaftafelli og þið sjáum að aðaltalinn er 1,02 þannig að við missum 2% aðtalningunni og við leiðréttum það fyrir þessu. Þessi 2% þau eru fyrst og fremst vegna þess að bíla mætast akkurat á teljaranum þá skynjum það sem 1 bíl. Við berum það líka saman við Vegagerðina þess að við höfum tök á því á 2 stöðum, á þessum stöðum sem við vorum að mæla. Það kemur mjög vel út líka. Nú, en markmiðið er ekki að vita fjölda bíla, það er að vita fjölda gesta. Ég held allir hér
inni þeim anskota saman bílana þegar þeir vilja vita hvað margir gestir koma. Til þess að vita það frá þessum bílatalningum sem eru einfaldast leiðin til að telja gesti, að telja bíla. En þá þurfum við að vita hlutfallið á milli rúta og einkabíla og síðan þurfum við að vita meðalfjölda fólks í rútu og í einkabíl og síðan reiknum við frá þessu tvennu meðalfjöldan í hverri bifreið. Nú það kemur fljótt í ljós að þarna, eins og þið sjálfsagt vitið, að þetta misjafnt eftir áfangastað, eftir árstíma. Það ferðast hlutfallslega fleiri í rútum og veturna á sumrin eins og við sjáum hérna eftir og þannig við þurfum að reikna þetta fyrir allan árstíma. Þess vegna var geysilega verðmætt að fá þetta verkefni sem að ferðamálstofuverkefni því að þarna var þetta gert 3 sinnum á ári á þessum 8 áfangastöðum og við gátum í fyrsta sinn farið að sjá hvernig árstíðasveiflan var í þessum hlutum öllum saman eins og við segjum hér frá og eftir. Þetta mikið verk að gera þetta og þetta var gert í samstarfi þess að tekja verkefni síðan tíma með kannski 3 mannstöðu í viku 3 sinnum á ári á hverjum stað. Þessar kvarðanir sem þetta eru mannfrekar og það eru dýrar. Og þetta eins og ég var að segja, þetta hefði ekki verið hægt og var aldrei hægt fyrir með þessum styrk og ferðamálastofum. Og þessu samstarfi sem var við þolmarkaverkefni, þeir sem var með spurningarnar, þau spurðu út úr rútunum, spurðu rútubílstjórana hvað margir með þeir í bíl í rútu og við samnýttum þessi gögn. Nú, ég er eðlisfræðingur sem ég sagði, það fellur mér illa þegar að tala að sumar og vetur og það koma margir á sumrin og veturna. Það var fyrsta sem mín þjálfun kenni verið að segja hvað er nú sumar og hvað er nú vetur. Og hvenær byrja sumar og hvenær endar það svo framvegis. Það sem við höfum gert er að skilgreina tímabil. Við skilgreinum þetta eins og við sýnum ykkur eftir út frá fjöldanum sem kemur á staðina. Og við höfum munnið upp 7 tímabil sem eru þarna í miðjunni háaninn, hásumæri frá 7. júlí til 10. ágúst, það er aðferðamannatíminn og síðan haustið fram í miðjan september og svo framvegis og háveturinn er frá því í lok október og fram í miðjan febrúar. Þetta getur þessi tímabilum mislöng, þannig að þeir sjáu fjölda á þessum tímabilum það má ekki bera það beint saman því að það eru mislöng. Getur ákvarðast af fjöldakurvunum sem ég ætla nú að sýna ykkur hér. Að þessar kurvur þetta eru ís- og vikur ársins sem satt þarna niðri og þetta er normaður fjöldi, þess að þetta er 100 á júlímánuð, einhverja viku í júlímánuði og þá finnum maður að lagið á þessum, hvernig fjöldin er, lagið á þessu svipað. Það er að vísu fleiri sem koma þarna við hakið á hávetur en svona brotpunktarnir í þessu, þetta fer niður, kannski misjafnlega hratt niður, svo réttir það af á svona svipuðum stað. Þannig að setjum á þetta beina línur sem við hittum að þá finnum út að brotpunktarnir þar sem skilin á milli eru svipuð fyrir alla staðina. Nú, aðferðirnar við þetta, það er nú þarna Gyða Þórodóttir sem er okkar doktorsnemi sem er mikið unnið í því og hún er það að segja ykkur að þeim hér. Takk. Eins og Rögnvaldur sagði þá þurfum við að vita meðalfjöldan í einkabíl og við höfum bara gert ráð fyrir því að það sé sá sami meðalfjöldi alls staðar á landinu en það hefur komið bæði út úr könnunum vegagerðarinnar þegar þeir eru að telja þegar það er svona stærri framkvæmdir í gangi, göng og annað. Og þá er meðalfjöldi einkabílinn 2,6 og starfsfólki Vatnajökulsþjóðgarði hefur líka talið í Skaftafelli út úr minnum 1000 bílum og þá eins og við sjáum á grafinu hérna til hliðar þá er 55% þá er það 2 í bíl. Nú og svo er það á milli 10 og 20% þá 3 til 4 í bílnum. Það er ekki svo þægilegt með einfalt með rúturnar. Það er svolítið misjafnt eftir áfangastaðnum og eftir tímabilinu líka. Og við sjáum hérna þá var gögnum safnað vori við teljar þess að þetta er upp á haki á Þingvöllum og svo á háaninni á Geysi. Og ef við gerum ráð fyrir að þeir sem séu að fara á haki séu líka bara Geysi, þá er greinilega hærri meðalfjöldi í rútunum hérna á vorin. En á framan af vetri er þetta svo sami og minni munur hérna yfir háveturinn. En svona bara til að vekja athygli á Geysi hérna
háanina þá eru greinlega stærri rútur og heldur en á Hraunfossum og Jökulsárlóni. En meðalfjöldi farþega í rútu sem sagt mjög svipaður bara á öllum þessum tímabilum við Sólheimajökulinn. Nú, hlutfall rútanna, það líka aðeins mismunandi og við sjáum að stærsta rútuhlutfallið hérna yfir háveturinn, lagst hérna yfir háanina og eins og Þorkell sagði þá eru rúturnar halda áfram að ganga en bílaleigubílarnir þeir hverfa mikið yfir háveturinn. Og út frá þessu þá getum við reiknað hlutfall gesta sem kemur í rútu og þá sjáum við hérna á þessum stöðum yfir háveturinn þá eru flestir að koma með rútunni. Nú, þá eru þessar niðurstöðurnar. Þegar við settum upp teljarann við vorum bara að setja upp húsatalsteljarann. Það því að rannsóknin átti að vera þar. Þá ákváðum við að setja samt upp fleiri teljara bara til að sjá hvernig mynstrið væri. Og við settum upp einn teljara bara á Þórsmörkuveginn. Hann svona 10-15 km inn á veginn frá þjóðvegi. Þetta eru þá gögnin miðað við það, hverjir eru að fara á þessa staði miðað við Þórsmörkuveginn. Og þá sjáum við að þessi appelsínugula súlan, sem heitir Goðaland Básar, það eru þeir sem eru að fara alveg inn í Bása. Og Langidalur Básar, sá teljari staðsettur á milli afleggjarans á Húsadal og vaðsins sem eru yfir krossátt til að fara í Langadal. Og við sjáum að það eru ekki nema 27% sem eru að fara í Húsadalinn, en þessi teljari sem heitir Goðaland Básar, þannig greinlega eitthvað rák þarna milli og þetta sennilega eitthvað ofmat, þannig að fólk talið tvisvar, það keyrir kannski tvisvar sinnum fram hjá þessum teljara sem heitir Goðaland Básar og hefur bara rúntað yfir í Langadalinn, en ekki talið aftur þar. En gögnin sem við fengum Húsadal voru frekar rýr og við gerðum svona okkar besta til þess að greina þetta í skýrslunni, en ætlum ekki að tala neitt frekar það hér. Hefði áhuga á Húsadalinn þá skoðið þetta í skýrslunni. En þá eru það hinir áfangastæðirnir og ef það kom 1,3 milljónir gesta til Íslands í fyrra þá fóru þeir allir að Geysi og það kemst til lengi með þarna sem það Geysi hefur hælana. Hakið kemur þarna eftir með 700.000 og svo Jökulsárlón með rúmlega 400.000 gesti og færri koma á hinastæðina. Og þá það heildarfjöldi gesta á háaninni. Flestir komu þarna Geysi og Hakið og þarna Jökulsárlón í 3. sæti með 100 gesti og svo Hraunfossar. Þið sjáu þarna með Sólheimajökulinn að það eru 30.000 gestir að koma þar á háaninni og það neðst í hópnum. En það breytist yfir tölunum háveturinn og þá eru við hérna númer 3 en Geysir og Hakið þeir eru bara miklu hærri en allt annað. Nú, til þess að sjá þá sem tilfinningu sem yfir árið, þá þetta hlutfallslegu fjöldi gesta á mánuði 2015. Við sjáum að árstíðasveiflan eins og Geysi, hún ekkert gríðarlega mikil og svo það Sólheimajökull og svo kemur Hakið og þetta styður önnur gögn sem með þetta og það styður þetta saman til árstíðasveifluna. Og við sjáum að árstíðasveiflan þó nokkuð mikil þarna við Hraunfoss og við Djúpalónssandi. Við getum sett gögnin fram á viku. Ég tók hérna bara Jökulsárlón 2012, 13, 14, 15 og svo við komum aðeins af 16 og gestunum hefur nú fjölgað á viku en við sjáum samt þess að vortíðu alltaf, hún kemur alveg fram sama þó að fjöldan sé meiri. Ef við skoðum þetta eftir dögum þá getum við að sé þessar svona afbrigðilegu daga
Við sjáum til dæmis flugeldasýninguna þarna sem að er að fara í Jökulsárlóni. Skil sér vel úr. Og teljarans geymir gögnin á klukkustund, þannig að við höfum hverja klukkustund. Hér er þetta sem sagt meðalfjöldi bifreiða á klukkustund á háan og hávetur við Jökulsárlón. Svo sjáum að yfir háennina þá er dagur hann er teygðari þegar það er mikil birta, þá kemur fólk líka á kvöldin. En dagurinn er styttri þarna háveturinn. En það sjáum líka að það hefur aukist mikið yfir háveturinn, milli 14 og 15, en þetta stendur bara í stað þarna yfir háennina. Þessi gögn eru mikið notuð af starfsfólki, svona sem eru að stýra vöktum starfsfólks og hvernig þau eru að vinna ákveðin verk og hvernig þau eru að byrja daginn og svona. Nú, við höfum sett líka fram meðalfjölda bifreiða á dag á háan og hávetur. Þá sést þetta bara, það sést þetta líka háveturinn, þessi svakalega fjölgun. Við sjáum líka að það skiptir engu máli hvað dagurinn heitir. Þetta er bara jafnt, hvort það sé laugardagur eða sunnudagur eða miðvikudagur, þetta er bara jafnt yfir alla vikuna. En svo sjáum við náttúrulega muninn á kvörðunum þarna bæði í fjölda bílana. Það fer upp í 1200 en 250 háveturinn. Nú, hvert fóru ferðamennirnir? Ég fékk gögnin hjá sem safnaði í Leifsstöð og setti í samhengi við gögnin á áfangastöðunum. Og þá er þetta það hlutfall sem kom yfir árið á þessa áfangastöðu. Og það fóru flesti á Geysi og svo 60% fóru á Haki og 40% í Jökulsárlón. Innan við 20% fóru á hina staðina. Svo við skoðum þetta yfir árið, þá er þetta stóru staðirnir okkar. Það er Geysir og Hakið og Jökulsárlón. Og þá sjáum við árstíðasveifluna þarna og hún hefur jafnast mikið út bæði á Geysi og Hakinu. Hún er meiri þarna yfir Jökulsárlón. Við sjáum farðan þarna og svo hér. Þetta eru litlu staðirnir okkar. Í hverju mánuði er innan við 25% sem fara á þessa minni staði niður við Keflavíkurgögnin. Og þarna sjáum við líka vel árstíðasveifluna og hún er minnst þarna við Sólheimajökulinn. En hún er þó nokkuð mikil við Hraunfoss og við Djúpalónssandi. Nú ætlar Rögnvaldur að taka við og tala aðeins um framtíðina. Gamli tala framtíðina. Þarna, það sem við erum að tala eru áreiðanleg gögn og góð gögn alltaf betri nágískun en tilfinning fólks. Við höfum orðið tilfinnilega vör við þetta og okkur er sagt að koma svo og svo margir þarna og koma svo og svo margir hér og síðan fyrir við og kíkjum á gögnum okkar og það passar ekki. Það versta sem ég sé það var 5 sinnum þeirri sem það var áherslu að kæmi heldur með okkur mætist til. En venjulega það má eitthvað svona vera temmilegt. Nú, þannig eins og segja við erum að skaffa þessi áreiðanlegu gögn og þau nýtast þá í þennum tilgangi að okkar viti. Þau nýtast í skipulag áfangastaðina og þá við þjónustu við ferðafólkið. Þá eins og ég nefndi við ákveða vakti starfsfólk, opnunartíma gestastofa og annars slíks, hvernig höfum við starfsemin á staðnum. En þau nýtast, ætti að nýtast allavega við heildarskipulag ferðamennsku í landinu. Þarna, eins og þið sáið, þá erum við að greina árstíðasveifluna í dreifingu ferðamenn landið. Við vitum hvað margir ferðamenn koma á þessar staði miðað við árstíma. Þetta er doktorsverkefni að við gefum. Og það er markmið ferðaþjónustunnar og stjórnstöðvarinnar að dreifa ferðamennum á fleiri áfangastæði all land. Þannig að þarna erum við að skaffa gögn til þess að þetta sé hægt. Nú, hvað vantar til þess að við getum gert þetta nógu vel? Okkur vantar fleiri teljara á áfangastöðum ferðamanna á Vestfjörðum, Norðurlandi, Vesturlandi og Austfjörðum. Svo ef að ferðamannastofa vill gjarnan styrkja okkur eitthvað meira þá finnur hún ekki við Vestur- og Suðurland, heldur Austurland eða eitthvað. Okkur vantar líka kvörðun á fleiri áfangastöðum. Eins og ég nefndi áðan þá var þetta alveg hreint gegnum slag að fá þessar miklu kvörðun sem við fengum þessu verkefni. Við þurfum að fara að telja hérna og við þurfum að finna þetta hlutar milli rút og einkabíla á
á fleiri stöðum og fleiri árstíðum á landinu. Þarna ráðherrann, við vorum búin að frétta svona óljóst eitthvað áður við komum hingað, en ráðherrann var nú nokkuð einhlít áðan með það að við erum að fá stóra styrk í þetta verkefni áfram frá stjórnstöð ferðamála og í þeirri umsókn sem við sendum þar inn og það hefur það verið samþykkt að þá á fjölgastöðum, það er Glann í Borgarfirði, það er Deildardungurinn, það er Eiríksstaðir í Dölum, Kóluglúri, Húnavatnssýslunni, Rauðisandur á Barðaströnd, Látrabjargi, Dynjandi, Illugastaðir á Vatnsnesi og síðan Reykjanesi, Gunnuhverinn, Garðskagi sem við ætlum þá að reyna að gera núna í sumar með þessum styrk frá stjórnstöðinni og síðan þá ef þetta heldur áfram þá 2017 taka þá Austurlandi, Engiborg í Fljótsdal og Heimskaupagerði og Raufarhöfn á Austurlandi og þannig að við erum með full fangið í sumar og næsta sumar. Með þessu þá álítum við síðan með það margar staði út um landið að við höfum típiskan stað, til dæmis bara Mývatn, þar höfum við Dimmuborgir, þar höfum við Hveraröndina og við höfum Dettifoss og með því að horfa á þessa tölur þá álítum við vitum hvað margir í Mývatnssveit. Áreiðanlegar heldur en þeir sem giska. Ég veit það ráðanlega, ég er búin að bera það saman. Þannig og það er þá, við erum þá að finna svona spotta eða svona staði sem að gefa okkur allir sem í þessu héraði þeir koma á þennan stað, þar við vitum hvað margir í héraðinu svona. Við höfum borið þetta saman og við höfum borið þetta saman í gistináttutölu og þetta er allt annað og allt miklu öruggari og betri gögn. Það er eins og við búin að nefna nokkuð sinnum að það var hlutfallur útkvæða áfangastað sem getur höfuðmáli og þess vegna þarf að greina umferðina. Þetta hefur gert handgert og gáðum gert í þessu verkefni. En þetta er tímafrekt og dýrt. Í fyrravor þá vorum við að leika okkur með að prófa umferðargreiningu radar á Haginn og Þingvöllum. Þetta var stýrt af þjóðgarðinum og Þingvöllum. Þessi radar mælir lengdin á bílum og þá sátum við það niður og sögum þetta er Haginn og þetta er þessi og þetta er hinn og báðum saman. Mældum þá, fórum á bílasölur og mældum þetta lengdin. Þannig að ég var nákvæmlega hvað til bílar langir Reykjavík og bara þetta saman þessu radarinn er að sýna og þetta gaf mjög góða raun að við getum skipt bílaflottanum á þennan sjálfveika hátt í tvo hópa, almenna litla bíla og svona rútur, það er kálfar og stóra rútur og það er sama skiptingur sem við höfum notað. Þetta myndi spara okkur geislandi mikið, svo þess að núna í vor þá fengum við að láni nýjan umferðargreining hjá Ísmar EHF sem selur svona tæki og við erum að prófa hann í samstarfi við Vegagerðina í sumar. Setjum það niður svona viku og hálfa mánuð hinum á þessu stöðum og erum mjög spennt að sjá hvað kemur út af því þetta getur sparað okkur mikið, gefa okkur miklu áreiðanlegri gögn á ódýrari og fljótari hátt. Á sama tíma þá varum við að prófa tæki sem að mæli dvalartíma gesta á áfangastað sem eru mjög áhugasömum líka. Þetta er unnið þá í samstarfi Vegagerðinni og styrk frá Vegagerðinni að þetta er þá tæki sem að mælir hvenær það fer inn og hvenær það kemur út aftur og síðan getur við fundið út þá hvað fólk á meðan dvelur á hverjum stað. Þetta hefur verið reynt á að gera þetta handvirkt í landmannalögum. Ég held að Magnússon minn sé ennþá að reyna að vinna út tölunum sem hann gekk handvirkt. Þetta er svo mikið málið hinn úr þessu. Þá var hann þetta krökkum sem skráði niður númerið og síðan hvernig það kom aftur og klukkan hvað og síðan þetta bregði allt svona frá. Ég held að þetta var aldrei tekið það við núrðis að þetta var svo mikið verð. En þarna erum við búnað sem er nú að fara að nota í útlöndum í umferðarstjórnun og ég maður geta fengið þetta bara á skjáin okkar. Þetta fer ekki á bíóki og kemur niður á skjáin okkar og þá þarf að töfla skjáin vonum við eftir svona hálfa mánuð. Hvað það mælir? Þetta tekur símana sem sagt. Bluetooth eða nettengingun á símanum og það er sama í bílunum þegar þetta handfrelsubúnaðurinn, hann notar allar þess að kalla Bluetooth-tengingar við þarna þegar við getum talað handfrelst þetta skynjar þessi tæki og öll þessi tæki eru merkt, þau eru með einkenni þannig að tölvan í útlöndum hún skráir niður númerið og í staði fyrir að vera að Magnús sé að sitja hérna og bera saman númer að þá fyrir tölvan í að bera saman þessi númer og mæli tíman. Þetta er ekki verið notað hér á landi ennþá, hvorki Vegagerðinni öðrum,
að þetta að slá í gegn í umferðartalningu. Þetta notað í Keflavíkurflugvelli í sambandi við biðraðir á flugvellinum, við fólks, og þetta farið að nota mikið í almennri umferðartækni í útlöndum. Þetta svona nýjasta nýtt. Nú, ég ætla að ítreka aftur hvers vegna að telja ferðamenn á áfangastöðum, og það þá mikilvægt vegna skipulags áfangastaðanna. Ég myndi að dæma alltaf í huga síðan nefna, og sumir hafa örugglega heyrt áður, að einhvern tíma hringdi Hanna Kata sem sér Dettifoss og sagði nú bílastæði alvoru fulltrúar og ég verð að fá nýtt bílastæði. Já, þú biður það og setur það fjárlög, segi ég. Á hver trúi mér ef ég segi að bílastæði mitt sé full? En það kannski, ef ég fæ gögn frá þér það komið svo og svo margir ferðamenn þarna og bílastæði tekur svo og svo marga, og þá kannski fæ ég bílastæði. Svo sem hún fekk þessar tölur og fekk bílastæði sér. Nú árið eftir var komin upp á lagið og þá átti að vera búið til útsýnspall við þarna Dettifoss. Hvaðan útsýnspallurinn var stór. Svo sem við Hanna Kata fórum í gögnin, fundum hvernig mest trafík var, þegar við höfum klukkutíma gögn alveg, hvernig einasta dagsins. Þannig að þessa dag í júlí á svo og svo tímum, að þá voru svo og svo margir sem koma þarna. Hún fór og íhugaði hvað fólk dvelur lengi við fossinn. Þannig vissum við hvað myndum flesti vera niður við foss, og síðan reiknum um hálfan fermetra eða guðmönda hvað á mann, og þar með var stærðin á útsýnspallinu komin. Og ég held ég búið ekki setja, ég hef ekki komið á nýlega þetta og síðan þetta komin. Nú, þetta kemur beint frá innan, þetta ekki eitthvað sem ég að hugsa upp, þetta eitthvað sem kemur bara frá þörfinni sem þau bara biðja þetta. Og svipað gerði svo aftur við Dimmuborg í fyrra ár, að þar var landgræðslan, að þarna svo sérum það alburinn sem segir til þetta hétaði gamla dag. Þar var Andrés Arnalds að skipuleggja stíga og bílastæði og klósett og annað, og hann vildi vita hvað margir koma. Ég ætla ekki að fara í þessa framkvæmd þess að Andrés þegar ég veit hvað margir koma þarna. Og borguðu ykkur eitthvað smátteri og þið farið að finna þetta út. Hvað þið gerðum og fengum ágætan stuðning frá Lindu Röggarsdóttir sem ekki dóttir mín á Húsavík. Og þarna við reiðum okkur ekki þess að mikið á svoleiðis, vatnajökulsþjóðgarð, umhverfisstofnun og svona fólk eins og Lilju sem á staðnum, þannig að við þurfum ekki að fara endan á milli af landinu til þess að gera svona hluti, lesa af eða hvarfa eitthvað svona, þannig að það okkar geysilega mikið fyrir, við getum ekki gert þetta sem er umfangi. Allavega við gerum þetta í sameiningu og fundum út hvað margir koma þarna, og ég veit ekki betur en að landgræðslan sé að vinna eftir þessu. Nú síðan þetta að nota þess að gefa okkur nefna við þjónustuna og opnunartíma gestastofuna, vaktir, starfsfólk og hvernig að sitja nýtt þarna klóstum og Dettifoss og svona. Nú, hvers vegna þau telja það svo lífi, ég ætla bara að ítreka það í lokin, að það sem að við haldum að sína gögnum fjölda séu grunnurinn að skipulagi áfangastaðanna, en þau eru líka, ekki síður, grunnurinn að öllum dreifingu ferðamanna landi. Hvernig viljum við dreifa þessu? Það er yfirlýst stefna stjórnvalda að dreifa þessu og reyna að auka við þeirra staða sem eru fámennar færri koma á. Og þar heldur við síðan með gögnin sem þarf til. Álagið mest á Suðvesturlandi allt árið, það eru fáir á Norðurlandi veturinn, Austurlandi er vannýtt, alltaf fáir á Vestfjörðum, þetta er veginnslæmið. Þannig að við heldum að þessi gögn skipti geysilega miklu máli í þessari ákvarðantöku stjórnvalda. Nú síðan er annað sem að mér finnst að ætti að nýta þessi gögn í, og það er skipting fjármuna til viðhalds og uppbyggingar. Fyrst og fremst áfangastaðana, framkvæmdafé, ég veit ekki hvernig ferðamálastofa útlutar framkvæmdafé, ég held að vera eðlilegt að útluta meira fé til þeirra staða þar sem fleiri koma, allavega það er eitt þátturinn í ákveða það, þannig ég held að geti hjálpað til þessu. Nú og síðan bara opinbera innviða, við höfum heyrt mikið vegina, vegamálastjóri var með langt viðtal það að veginni verða allir að fara í rúst. Heilsugæslan, þegar heyrt Heilsugæslan Suðurlandi, þegar heyrt í björgunarsveitunum, að það þarf að dreifa þessu fé landið, og með þessum gögnum að þá held ég við séum með gögn sem að geta nýst eitthvað við þessa dreifingu, að koma fénu til réttra aðila, til aðila sem reglulega er að verða fyrir aðila. Nú erum komið 1 mínúta og duga mér akkurat til þess að sína einhver síðustu glæruna. Það er skýrslu sem hafa komið út, undanfarið út úr þessu verki. Það er ein skýrsla fjölda ferðamanna í Vatnajökulsþjóðgarði sem er þarna og er þetta að finna á síðu Vatnajökulsþjóðgarðs. Það eru 2 skýrslur sem hafa komið út verkefni ferðamálastofu. Annars vegar aðferðirnar við þetta fjölda og taka úttekt með ferðamanna, þarna bláa skýrslan. Hún er á vef Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála
og síðan aðalskýrslan sem er í miðjunni, fjöldi ferðamanna á 8 áfangastöðum á Suðurvesturlandi sem er á vef Ferðamálastofu og það eru öll gögnin í smáatriðum per dag og per klukkustund og svo framvegis. Takk fyrir.